Við erum nú í viku 2 í vegferðun 1 árið 2025 og ætlum að halda áfram að skoða HTML, ræða þess nánar element og töflur og lista og form, aðgengi, SEO, að skrifa HTML, verkfæri sem við getum notað til að hjálpa okkur við það. En í þessum fyrsta fyrirlestri í dag ætlum við að halda áfram aðeins með verkefni 1 og það sem við vorum að fjalla í seinustu viku. Þannig að til upprifjunar þá vorum við komin með hérna Visual Studio Code og við vorum komin með einhvern svona mjög lítinn, sætan, krúttlegan vef sem við vorum búin að setja upp á Netlify og við vorum búin að setja hérna einhvern link frá about.html yfir á forsíðuna og þetta var svona komin nokkurn veginn það sem þið þurftu til þess að klára að skila. Nú veit ég að það eru mörg eitthvað búin að skila. Var þetta bara beint á augu það sem við þurftu að gera í næstu skref eða lendið í einhverju sem að þið viljið bera á borð hér? Eða eru þið búin að vera að vinna í þessu og lendið í einhverju vandræðum? Ok, allt gengur bara fáránlega vel, skýrt og einfalt að vinna þetta. Það sem við erum að fara að gera í dag er í raun bara halda áfram með þetta. Skoða þess hvað þessi element eru, hvað þau þýða, hvernig við getum leitað okkur upplýsingar það hver þau eru og hver við eigum að velja og þá út frá merkingu þeirra. Og svo aðeins hvaða tól við erum með hérna. En ég vind mér svo sem bara yfir í það ef að þið hafið engar sérstakar spurningar það sem við vorum að gera hérna. En þið getið alltaf gripið fram í að rétta upp hönd kannski frekar og þá getum við svarað. En það var eitt verkefni sem við skildum við hérna og það var í raun ekki gert hér og er krafa og er 20% af verkefninu. Ef við skoðum aftur verkefna, nei, þetta er ekki þessu, ég ætla að sjá, uppási, aðeins og nefnt. Sjá, förum hérna að verkefni birtist rétt í minni skjám eða á síma. Hvernig gekk rannsóknarvinnan? Nú er hann að hunsa mig hérna. Skoðaðu með að setja meta-direktivið. Ok, og sástu mun? Ok, þannig að það er sem við munum fara yfir nánar og er í raun þetta að það að birta þetta á einum skjá og birta þetta á öðrum skjá getur verið mismunandi. Af því að við erum með þessa minni skjái, snjallsíma eða svona tableta eða eitthvað svoleiðis sem eru með mjög háa upplausn, alveg bara mun hærri upplausn en jafnvel í tölvuskjám og það er á þessum litlu tækjum. En það sem við viljum er í raun ekki að þeir birti þetta út frá því hversu háa upplausn þeir eru með, heldur út frá því hversu breitt tækið er. Og það er það sem að þessi breyting gerir með því að setja inn, þannig að við skoðum núna hérna námsefnið og förum hérna í þetta og náum okkur í þetta minnsta dæmi hérna. Að það sem hérna þetta gerir, og við setjum þetta inn hérna í hjá okkur og báðast að já, við erum búin að setja inn hérna, er að ef við rifjum upp þá er head gefið til kynna lýsigögn fyrir síðun okkar. Það eru gögn sem við sjáum ekki, heldur stillan einhvern veginn eða segja henni hvernig við á að gera. Við munum sjá næstu viku hvernig við tengjum CSS-skrár við HTML okkar til þess að byrja að setja upp útlitið. En það sem þessi skipun gerir er að þetta er meta-elementið sem gefur einhverju svona meta-upplýsingar eða lýsi-upplýsingar og þar er þetta oft í tölvufræði og í forritun þá erum við með svona nafngildispör eða name value pairs. Þannig að þetta er eitthvað að gefur einhverju skipun nafn og gefur henni síðan eitthvað gildi. Þannig að það segir að viewportið á að vera út frá device width, það er að segja breidd tækisins, ekki frá resolution eða upplausn tækisins og á upprunalega að vera skala 1, þá að vera bara án þess að vera zoomað inn. Þannig er þetta að gera allt annað, þannig er þetta að gera pirrandi hlut sem er til dæmis að banna fólki að pinch zooma á tækjum. Það við lent í því að vera á vef og ætla að reyna að zooma inn á eitthvað, myndi eitthvað og það er ekki hægt. Það við lent í. Já, einhverju lent í. Það er út af því að einhver forritari tók meðvitað ákvörðun eða ómeðvitað pistaði eitthvað ákvörðun það að banna það.
Af hverju? Veit það ekki. Já, en að vera góður vefforritari einmitt að hugsa það að við sem koma ennþá frekar inn í þegar við fyrir að skoða svona skalanlega vefi, það að vefurinn okkar ekki fastur. Við erum ekki að taka A4 blað og setja vefinn okkar upp á því. Þetta er ekki físísku miðill sem við erum að vinna með. Þetta er stafrænn miðill sem þýðir að hann getur birst frá litlum tækjum upp í risastóra skjái. Og okkar hlutverk að komast að því í hvaða samhengi verið að fara að skoða vefinn okkar og almennt bara getum við látið hann virka þannig að hann sé birtanlegur í litlum til stóra skjáa. Og það það sem er svona responsiveness eða skalanlegir vefir snúast En það líka þetta að vera ekki að reyna alltaf að halda í stjórnina. Og það að vera festa svona eitthvað, banna hlutina, segja þeir verða að vera í þessari stærð eða verða að vera svona í hinsegin. Það eru við að reyna að halda í eitthvað sem er svona úr efnisheiminum. Að halda að þetta sé svolítið svona fasti. Eru þið mörg að copy-pasta þetta hérna úr skjánum? Þetta í námsefnu líka hérna, bara nákvæmlega sama. Þess að þið getið bara farið, dregið yfir allt, copy og paste. En til þess að sýna ykkur bara munin á þessu, þá get ég hérna varpað úr símanum mínum, sem sagt mismunandi dæmum. Þannig að hér sjáu þið hvernig þetta birtist núna eins og þetta án þess að vera með þetta metaskilyrði. Það sjáu þið að textin eins og krækibri helviti hérna og það ekkert hægt að lesa þetta út af því að það vera birtið út frá því að þetta tæki með mjög háa upplausn. Textin birtist út frá því. En núna ef ég líka notum þetta sem dæmi til þess að rifja upp hérna Netlify. Nú ætlum ég að uppfæra verkefnið mitt, setja inn þessa uppfærðu virkni hérna, skrá mig inn. Fara hérna, hér vorum við með og hérna ætla ég að fara í deploys, ég ætla að uppfæra þannig ég ætla að fara í deploys. Fyrsta skiptið þegar ég setja þetta inn, þá getur þið dregið beint inn, þá fáið við þarna öðruvísi skjá en hingað þurfum við að fara svona í deploys. Hérna hægt að gera annarkvort browse eða fara hérna og fara og draga þessa hérna möppu hingað og þá segir hann hérna uploading, uploaded og þá var ég með þessa hérna slóð, get ég opna hana hér þá sé ég halló heimur og svo var ég með hérna about.html ok svo fer ég hérna og núna reloada ég hér og þá sjáum við hérna verður þetta annars texti en við sjáum strax að það var ekki mikill munur en það var munur og ef við förum hérna yfir í about.html og þá þetta aðeins læsilegra. Þetta verður síðan eitthvað sem við förum nánar í þegar við förum að skoða responsive en bara eitt sem bara gott að staldra aðeins við það að ef við fer hérna núna og finnum hérna einhver texta, slatta texta þetta oft notað þegar við viljum búa til mikið af texta en við erum ekki með einhvern raun texta setjum við lorem ipsum eða lipsum texta inn og nú ætla ég að setja hann hérna inn svona og ég ætla að setja þetta upp sem paragrafur þannig ég ætla að gera hérna svona smá og svo ætla ég að fara hérna og ég ætla að gera svona og svona, nú er ég aðeins að leika mér með ritilinn ég setti paragraf hérna marga einu, ég ætla að stoppa við þetta aðeins eftir af því við ætlum aðeins að skoða hvernig við getum notað ritilinn til þess að nota hann sem tól og ég ætla að vista, nú sjáum við samt svona, þetta er svona aðeins kannski svolítið beiglað hérna þetta er ekki rétt indreið fær einhver illt í hjarta við að horfa á þetta þetta ánáttúrulega auðvitað að vera svona en allavega nú fer ég hérna og ég ætla aftur að gefa þetta út þannig ég fer og dreg hérna nei, nú gleymdi ég þarf að fara deploys draga þetta hérðan ok, komið þá fer ég hérna aftur á forsíðu þá sjáum við hérna fullt af texta og við sjáum í raun að textin í setningum með málsgreinum og fyllir bara upp í allan skjáin fer bara hérna, það eitthvað svona örlítið bil frá króminu í vafranu sem óþægilegt að vafrin, króm, notar orðið króm en
þetta oft talað allt sem ekki partur af því sem birtist krómið eða bara viðmótið í þessu graphical user interface sem við erum að nota sem vafrinn, að textin fer hérna alveg út og ef ég minnka hann hérna þá sjáum að hann flæðir með. Og þetta kemur inn á þetta. Vefurinn ekki einföst stærð, hann flæðir með. Svo zooma ég út og hann flæðir ennþá, þó svo að hann sé núna zoomaður út og getur mikið lesið neitt. En við sjáum svona sem aður hver einasta setning tekur eins mikið pláss á hún þarf. Hún ekkert takmörkuð. Svo fer ég aftur bara í eðlilegt, 100% zoom. En nú fer ég aftur hérna í þetta og þá vefurinn, þetta responsive. Það að segja, þetta birtist rétt, saman hvort ég opna þetta hérna í síma eða í vafra. Það kannski ef ég myndi opna þetta á risastórum skjávarpa, þá myndi aftur verða í einhverju svona case sem að væri ekki gott. En við höfum svona tækifæri líka til þess að vinna með það þegar við notum CSS. En ég að stoppa við þetta út af því að í grunninn vefurinn mjög aðgengilegur en bara ekkert mjög fallegur. Hann mjög aðgengilegur út af því að hann bara að hugsa merkingu. Það ekkert verið að hugsa útlit. Og þess vegna núna þegar þið eruð að vinna verkefni 1 og farið að vinna verkefni 2, þá fyrir hugur ykkar sjálf bara fer að leita í það, bara þetta lítur ekki rétt út. Ég vil hafa þetta miðjusett. Ég vil hafa meira bil hérna á milli. Ég vil að þetta fari í næstu línu. En ég bið ykkur bara að reyna að ýta þeim hugsunum frá, að þegar við erum ekki að spá í því í verkefni 2 og í verkefni 1. Þar erum við að spá í verkefni 1 í það bara hvað vefurinn og komast aðeins á stað. En í verkefni 2, þar erum við að hugsa hver merkingin á bakvið þau element sem við veljum til þess að ljá það efni sem við erum að setja inn merkingu. Vafrinn, út frá þeim elementum sem við veljum, birtir hann á einhvern staðlaðan máta og sá máti bara fínn, hann bara virkar. Af því ef verkefni mitt bara að koma frá mér upplýsingum í formi texta, hugsanlega mynda og myndbanda, þá hef ég öll verkfærin í HTML. Bara lítur ekkert sérstaklega vel út, en það kannski það sem skiptir máli. Af því að aðgengi að efninu hugsanlega það sem skiptir mest máli. Hversu mörg ykkar hafa fengið kennslubók á PDF-formi og verið síðan að bölva því hvað það erfitt að copy-pasta, opna það í Kindle eða einhverju svona. Ég? Engin annar? Já, jú, það nokkur hérna sem að viðurkenna það. Það út af því að PDF bakar saman merkinguna í efninu við birtinguna á efninu. Þannig að það segir, hér nákvæmlega ein blaðsíða af efni. Það flæðir ekkert aftur, textin endur flæðir ekkert þegar við erum síðan í minniskjá, í Kindle eða í stærri skjá. Þetta bara bakað inn, þetta ein blaðsíða af texta. Þess vegna PDF frekar ömurlegt format þegar kemur að því að vinna með það í tölvu. Það gott að því leyti að það bakar inn alla leturgerðir, allt útlit, allt typesetting í PDF-skjalið, þannig að það mjög þægilegt að taka eitthvað því að við erum mjög visual verur sem að ég sé í Word-skjalinu mínu eða einhverju sem ég að nota að búa til þetta og ég get svona, hér farið bara skjal sem nákvæmlega eins og ég sá það fyrir mér. Meðan vefurinn meira bara flæðir, bara eitthvað, ég í stórum skjám, ég litlum skjám, ég einhverstaðar á milli og vefurinn svo vatnið. Hann bara Þannig að þetta í eðlisinu svolítið heimspekilegar pælingar hvað vefurinn og mér persónulega finnst það mjög skemmtilegar. Og það ekki bara þetta, hvernig vefurinn í raun ekkert bundinn við formið. Hann bara birtist eins og hann Heldur líka þegar kemur að því að við erum með eina vefsíðu og aðra vefsíðu og við tengjum það bara saman eins og við viljum og við búum til einhverja ólínulega frásögn í því hvernig við segjum frá. Þú lest ekki vefinn frá fyrsta vef til seinasta vefs, eins og þú lest bók. Þú lest hann fram og tilbaka, cross út allt. Og það sem þú talaði að þú veist, þessar pælingar þegar við að vera að gera þetta, eins og kannski lásu sumum, eru svo sterkar, en voru samt svo framandi þegar fólk var að byrja að vinna í þessu. Og það ekkert svo langt síðan. Oft talið að Borges hafi verið svo fyrsti sem fór að tala svona þessa ólínulegu frásögn skáldsögna, þar sem hann skrifaði smásögu það að einhver var að búa til sögu sem var endalaus, en hún var endalaus að því leyti að hún fór alltaf fram og tilbaka einhvern veginn í rúminu og tímanum jafnvel líka og
og svo kom hérna þessi pælinga með þetta Memex-tæki sem var bara vefurinn. Hvað ef ég geti haft eitt tæki í vasa mínum sem geti veitt mér aðgang á allri vitneskju heimsins, myndböndum, textum, og ég geti flettið upp hér bil samstundis, ótrúlega pælingar, og það kom fram rétt eftir seinna stríð. Þannig að þetta ekki lengra frá okkur. Vefurinn rétt skriðin yfir 30. Þannig að vefurinn bara að slíta baskunum. Þetta allt ótrúlega nýtt miðað við allt annað. Verkfræði, ef þið farið í byggingaverkfræði, það náttúrulega með rætur sinna að rekja mörg hundruð ef ekki þúsundir ára aftur í tíman. Hér erum við bara í einhvers staðar, en við erum samt sem aður, það sem gerir þetta líka skemmtilegt. Við erum bara svona þetta bara að verða til, við getum haft áhrif á þetta. En já, smá heimspekilegar pælingar svona í byrjun þessa tíma hér á mánudegi, öll hress eða ekki. Þannig að aftur, eina sem við biðum ykkur að taka frá þessu, eða bara eitt, það ekki berjast við það að láta verkefni 2 líta út á einhvern sérstakann máta. Við förum að gera það og þið fá að slást við og læra og byrja að elska CSS, gefið því tíma, það kemur. En núna erum við bara að velja hvað við erum að fara að setja utanum efnið okkar. Þannig að ég ætla bara hoppa úr því aðeins yfir í námsefni og fara yfir aðeins HTML og hvernig við erum að skoða og velja og hver merkingin í þessu öllu saman Þetta verður svona aðeins þurrt kannski, en hérna þið bara komið með einhverjar góðar hugmyndir eða hafa eitthvað sem að komið upp í hugan. Kíkjum þá á þetta aðeins hérna. Og þá, bara til að rifja aftur upp frá því seinustu viku, þá erum við með þetta allt hérna á GitHub, og ef við förum hérna þá sjáum við kennsluáætlunina og við erum núna í viku 2. Og ef við skrollum ennþá lengra niður, þá sjáum við hérna vika 2, og ef við opnum það, þá sjáum við efnið sem hér. Það í raun bara lesefni þetta HTML element kabli, töflulista form, skrifa HTML, aðgengilega developersin. Þetta bara það sem við erum að fara yfir núna í dag. Og svo fyrirlestra formi, og undir þessu eru líka ítarefni, aukaefni, dæmi og vísanir í glærur og upptekna fyrirlestra sem fara yfir dæmin og glærurna saman. Og svo ég með hérna svona sérstaklega góð dæmi til þess að skoða, vísa beint í þau. Svo hérna þessi lykilhugtök, svo þau tekin saman hérna í þessari hérna sem þetta að opna og skoða. Þá þetta sem ég nefndi í seinustu viku. Ef að þið farið yfir núna og segja hérna, ég tel mig hafa lesið nokkuð vel efni viku 1 og þið rennið yfir þennan lista hér og þið skiljið þessi orð og getið skilgreint þau, þá þið á góðum stað. Ef þið getið náð 80%, þá þið líka bara svona á góðum stað. En ef þetta flest allt eitthvað, það kannski svolítið erfitt því þetta náttúrulega bara margt sem að maður notar í daglegu lífi. En þetta fer síðan að verða meira af einhverjum svona kannski meira sértækum hugtökum og þá gott að vísa í þetta og skoða. Og þá get ég aftur þessu nefndi í seinasta tíma, þá getið þið hérna farið. Ég reyna að vísa í eitthvað svona meira yfirleitt á Wikipedia, þegar Wikipedia er bara mjög góð leið til þess að fá svona breiddina yfir eitthvað ákveðið topic, og þá getið þið skoða nálar hvað Ég mun reyna líka að nota þetta hérna, þannig að allt það sem hér eitthvað sem að ég ætti, ef ég að standa mig vel, ætti ég að nefna og tala aðeins í kringum í dag. En ef við fyrir þá aftur í vikublaði hérna, þá kemur hérna síðan verkefni vikunar og þetta aftur tillega mín að því hvað þið ættu að vera að gera í vikunni. Ef þið getið tjekkað í öll þessi box, þá er það mjög góðum stað. En allavega þið ættuð að vera að skoða þetta og þó ef eitthvað dettur á hakan og þið náðu ekki að skoða, að geta farið tilbaka og séð, ok, var ég búinn að fara yfir allt hérna, veit ég hvað þetta allt er, skil ég þetta allt. Svo bara heldur þetta svona áfram. Þið getið leitað til mín og þið getið farið í dæmatímana og þar getið fengið maður og mann einn og einn aðstoð við það að fara yfir þetta. Ég skil ekki alveg hvað þetta er, getið þið senda mig. Ég er að fá þessa villu þegar ég reyna að setja upp viðbótin í vafranum mínum. Ef við erum með fartölu, fínt að gera það í dæmatíma, fá aðstoð þar. Eða senda á mig, eða eitthvað, bara hafa samband.
Og það var eitt sem ég glemdi hérna í senasta tíma, það var að sýna ykkur hérna inn í Slack. En hérna eru núna, 16 nemendur mættir, eða 15, þegar við erum líka hérna 4, ég og dæmitímakennararnir. Og hér er komið inn og hérna var eitthvað verið að benda mér á að það vantaði efni í verkefni 2. Og það er bara ég er mjög þakkláttur fyrir það að þau bendi mér á það sem ég vantar eitthvað. Ég uppfæri það og lét vita. Þannig þá getið séð hérna að ég greip það, lagaði og lét vita. Og svo er eitthvað hérna bara verið að spyrja nánar verkefni 2 og ég svara því hér. Og segi eitthvað. Þið verður að kíkja inn og Slack ef þið viljið vita. Það er ekkert það merkilegt og það skiptir ekki máli, en ef fornin er að fara með ykkur, Slack. Sjá. Og já, þannig það er bara aftur þetta vikublað, svo kemur annað næstu viku, svona heldur þetta áfram. Það var einhver nemandi sem var að lenda í einhverjum vandræðum, fannst að vera of mikið, of einhvern veginn djúpt á þessu og ég skil það alveg því að þetta er bara við erum að læra henni þetta, en þetta verður kunnulegt ef þið notið þetta. Ef þið opnið þetta, skiljið þetta ekki, lokið þessu og skoðið ekki textana eða farið ekki yfir þetta, þá lærið þetta ekki eða fáið ekki tilfinningu fyrir þessu, þannig að þið verðið að gera þetta til þess að læra þetta. En ef það er eitthvað sérstakt og ef þið hafið einhverja tillögur að því hvernig þetta mætti betur fara, ég er alltaf að reyna að ítra þetta og gera þetta aðeins betra, þannig að endilega, látið heyra í ykkur. Þannig að núna áður en að við tökum okkur pásu eftir svona, cirka korter, þá ætla ég að fara hérna aðeins yfir í HTML element og skoða aðeins hvað er hérna. Og elementin eru í raun bara þetta sem við erum að velja. Þannig HTML element, ef við fyrir aftur hérna, hingað, er í raun allt þetta hérna. Þannig að body er HTML element. Það á sér byrjunartag eða starting tag og endatag eða ending tag. Það getur átt sér attribute sem setur þá einhverjar auka upplýsingar á þetta element. Þannig í grunninn er það þannig að við erum alltaf með HTML elementið sem rótina, þegar við hugsaum þetta sem tré, rótina á trén okkar. Og hér er æskilegt og við ættum alltaf að setja lang attribute með síðan 2 stafa tungumálakóða sem vefurinn okkar er í. Þetta er fyrir aðgengi og segir í raun þeim tækjum sem er að opna vefurinn okkar í hvaða tungumáli vefurinn er. Þannig við erum að skrifa íslensku, ES er 2 stafa kóðun fyrir íslensku, við setjum hann inn. Við getum líka sett inn til dæmis ENGB ef við viljum setja ensku sem er bresk-enska. En yfirleitt er nóg að setja bara EN ef við ætlum að setja hérna ensku. Þannig að þetta hérna heitir attribute og það er aftur eins og ég sagði áðan með meta að þetta hérna er name value pair en þetta hérna er líka name value pair og þetta hérna name value pair. Þannig að við erum að gefa lang attributinu ákveðið gildi. Ef ég síðan set músuna hérna yfir að þá fæ ég hérna upplýsingar þetta úr MDN og svo segjum við hérna tags for identifying languages. Ég get ítt á það, opna það og það opnar default vafra minn hérna. Það opnar IETF eða Internet Engineering eitthvað og þetta eru sem sagt staðlar fyrir ákveðna hluti. Allir hluti sem eru gerðir á vefnum eru á einhvern hátt staðlaðir. Hvort sem er HTTP, HTML, tags for identifying languages, þetta er allt staðlað svo fólk viti hvernig að vinna með þetta. Og hér getum við séð það, þetta er bara mjög staðlaður staðall, þeir eru allir á mjög stöðluðu formi, þeir eru svona að taka frá PDF-um að það er alltaf svona page 6 þó svo að þetta sé vefur, þarf ekki að setja hérna, síðu merkingar á þetta, en hérna einhvers staðar ættum við að geta fundið einhvern mjög langan lista af bara öllum tungumálum og kóðum þess, ok, eða ekki. Það er bara verið að vísa í. Það er einhvers staðar annars staðar er hérna þetta, við lokum bara þessu. En
ef við viljum vita enn meira elementið, þá getum við farið í HTML spekkin eða HTML specification, HTML standardin, staðalinn. Ég vil kalla þetta HTML spekkin eða spekkin. Þá hann hérna að hér í raun bara öll element í HTML skilgreind. Þau eru skilgreind og fyrir markhópinn fólk sem að búa til vafra. Þannig að þetta mjög tæknilegt á tíðum, en við getum svona sem að fara hérna og fundið the HTML element og þá reyna að stækka hérna, það fór ekki vel í þetta, fór ekki vel í Firefox að ég stækkaði allan spekkin í einni síðu. Reynum aftur hérna. Þannig að það flokkast ekki. Context in which this element can be used. As documents, document element. Þannig að content model, a head element followed by a body element. Þannig að þetta svona svolítið sértækt. Þá getum við farið hérna og þetta aftur sett upp sem HTML. Þannig að ég get ítt bara body element og þá getum við farið hérna. Context eða samhengi þar sem þetta element getur birst. Sem annað element í HTML elementinu. Content model, flow content. Ég get smellt á það og þá get ég séð most elements that are used in the body of documents and applications are categorized as flow content. Það bara efni sem flæðir frá toppinn niður í skjálinu. Og þá getum við séð hérna, þetta tæmandi listi af þeim elementum. Þá getum við farið að fundi hérna, ok, við höfum notað P, þetta P element. Það flow content en það líka palpable content. Þá getum við séð hérna, palpable content. Það má vera með flow content, en það má líka vera með phrasing content. Og ef við skoðum hvað phrasing content að þá það texti skjalsins. Þannig við getum séð hérna, við erum með HTML element, sem á sér head og á sér body. Þá getum við séð á sér P element, og P elementið má eiga sér önnur element, eins og til dæmis A, eins og við gerum dæmi hérna, eða þá má vera bara með contentið sem textin sem á að birta. Þannig að þá þetta aftur tré og svo komum við inn að því að fá lauf. Það óheyrilega óþægilegt að teikna, en nú ætla ég að standa þessu upp og teikna svona svo ég gefa ykkur smá mynd af það hvað fyrirgeðu þið fallið að mynda ámsabómi. Tré gagnstruktúrar í tölvufræði yfirleitt túlkar einhvern veginn svona. Það einhver rót og svo kom einhverja nóður og það kom einhverja nóður út frá þeim og það einhverja tengingar. Ólíkt grafi, þar sem við getum haft tengingar á milli og búið til hringi. Við gerum það ekki í tré. Það eru engir hringir. Þá erum við með hérna HTML sem rótina. Þá ef við snúum þessu við, þá þetta meira, þá meikar tré samlíkingin meira sens. En hérna erum við svo með head og body. Og hérna getum við verið með eitthvað meta eða title. Það hefur síðan eitthvað efni. En hérna getum við haft P og P getur haft A og A getur haft span og span getur haft texti. Og svo getur við haft P sem hefur bara texti. Þannig að svona búum við til tré úr HTML-inu okkar. Og þetta tré getur orðið óheyrilega stórt. En við ætlum að reyna að hafa það ekki meira svona 20.000 nóður. Þá fyrir maður að lenda í performance-málum. En það sem að ég sést aftur eftir að hafa teiknað þessa fínu skýringarmyndu vona ég af tré, að það sem að spekkin segir okkur í raun að ég má vera með A-element og texta inn í P. En ég má ekki vera með P inn í A. Þegar hvað þýðir það? Jú, það má kannski. Þú má til dæmis ekki vera með A-element inn í A-elementi. Hvað þýðir það að vera með hyperlink sem er með hyperlink inn í sér? Hvor ræður? Það isti? Innsti? Hvað með 3? Hvað með A inn í A inn í A? Hvað þýðir það? Hver merkingin?
og ef ég er með button, get ég verið með A inn í button? Jú, við getum gert það, þú veist, það er þetta, en þetta er rosalega svona, þú veist, mikið til þess að halda utanum og þetta er eitthvað sem við leggjum ekkert á minnið, já, þetta er nákvæmlega öll elementin, en við, með því að nota þau, förum að kynnast þeim og förum að vita hérna, hér ætti ég að nota section og svo er ég að nota heading og svo er ég að nota P og svo er ég að nota div af því ég veit ekki alveg hvaða element ég ætti að hafa til að merkja þetta og þá er div svona catch all element sem að leyfir okkur að búa til element sem að á sér í sjálfur sér enga skilgreiningu. Það dregur skilgreininguna að því hvað það inniheldur. Aftur, frekar heimsbyggilega pælingar í því hvernig við erum að vinna með þetta. En hérna höfum við A-elementið og þá getum við séð, það er svona, það má vera nota það sem phrasing content is expected, það er þannig hérna er spurning okkur svarað. Content model, hvað má það innihalda? Hvað er efnið þess? Transparent, þannig við þurfum aftur að fara hérna. Hvað þýðir þetta? Þá er bara búið að skilgreina. Þetta er staðal, það ætti að skilgreina öll orð. Öll hugtök ætti að skilgreina. But there must be no interactive content descendant. A-element descendant or descendant with a tab index attribute specified. Þannig að það má ekki vera interactive content og þá getum við aftur farið yfir í interactive content. Það er A ef það er með href. Þannig við getum með A-href haft A-element sem er ekki með href-attribútinu, það er lagi. Ef við setur href-attribút, þá er það ekki lagi. Það má ekki vera með audio, það má ekki vera með embed, iframe og svo framvegis. Síðan hefur það content attributes. Þannig að þessar attributes sem við setjum inn, það er einhver tæmandi listi af þeim. Þannig að við getum sett href, sem er þá bara til þess að, sem er address of the hyperlink. Við getum svona target, að þegar við viljum að þegar ég íti á þetta, þá opnast það í nýjum glugga, eða í öðrum glugga sem við vitum hvað heitir. Við getum haft download, ef við viljum að þetta er til dæmis vísun á PDF-skjal, og ég vil ekki birta PDF-skjalið, ég vil hafa þetta, textin ætlar að vera sækja PDF-skjal niður á tæki. Og þá get ég búið til A-href á link á PDF-skjalið, sett download attribútið og þá er ég ekki beðin um að opna það, þá opnaði ég ekki, heldur ég bara byrt strax hérna vista glugginn í því tæki sem við erum að nota. Urls to ping, ég veit ekki hvað það er. Það er þetta að skoða hérna og þá sjáum við, ég gruna hvað þetta er, ég veit það ekki. Þá er það hérna, the value is used by the user agent for hyperlink auditing. Þetta er eitthvað sem ég hef ekki skoðað, þetta er eitthvað nýlegt. Svo erum við með hreflang, þannig að ef ég vil gefa þetta til kynna á hvaða tungumáli er það sem ég er að vísa í. Þannig ef ég ætla að vera alveg mjög svona by the book, þá myndi ég vera með A-href yfir á Wikipedia article og myndi setja hreflang en. Því ég er á íslenskum vef að vísa í enskt þarna. En vafrarnir þeir byrta ekki, þeir bjóða ekki upp á að sjá eða nýta allt það sem er skilgreint í HTML-staðlinum. Og eitthvað meira hérna. Svo kemur accessibility considerations, en accessibility er í raun aðgengi að efni. Það er að hafa í huga ef fólk er ekki með fullkomna stjórn yfir líkama sínum, fullkomna sjón, fullkomna kognitív funksjón, að þú veist, hvað ætti að vera gert til þess að raun að hafa þetta aðgengilegt sem stærstum hóp. Og þá getum við segja hérna, for authors, við sem vefforritarar erum authors af því að við erum að smíða vefinn, for implementers eru þau sem eru að smíða vafrana. Þannig að þá getum við farið hérna og þá opnar þetta annan staðal sem er aðgengisstaðal, sem er HTML ARIA staðalinn og við ætlum aðeins að fara nánar í á eftir. Síðan fáum við hérna eitthvað DOM interface, þetta er varðandi JavaScript útfærslu fyrir þetta, en þá getum við séð hérna hvað er þetta með tilliti til forritunar interfacesins sem JavaScript hefur aðgangað og síðan kemur lýsing, svo kemur eitthvað dæmi, svo kemur eitthvað meira dæmi og eitthvað meira dæmi og eitthvað meira dæmi og svo kemur bara næsta element. Þannig að hér í þessum staðli er margt
en það sem ef að þið leitið að einhverju þá það aðalega að skoða hvað eru elementin. Svo hérna eitthvað semantics, structure and APIs of HTML documents og alls konar hérna það hvað það að útfæra. Hérna líka þetta að fara inn á sérstaklega útgáfu fyrir webdevs eða fyrir vefforritara og þá þetta að sjá, það svona meira það hvað þetta HTML versus XML, það líka aðeins farið yfir það í hérna námsefninu. Bara quick introduction, suggested reading, hvað eru URLs og svo aftur hérna bara elements. Þá þau á aðeins öðruvísi formi. Hérna eitthvað verið inngangur, hérna þetta að fá í listan. Hélt ég, eitthvað bilað hérna. Ætti svona einhvers að komast í blessaðan listan. Já, hérna. Þannig hérna komumst við, hérna getum við séð sections. Þá fáum við the body element. Hérna þetta aðeins öðruvísi sett upp. Mér persónulega finnst þetta ekki jafn þægilegt. Því ég vil hafa þetta svolítið svona blokkað inn eins og í hinum stælunum. Hérna þetta allt svolítið bara í einhverju svona frjálsu flæði. Aðeins of frjálsu flæði fyrir mig. Ég alveg hrifinn af svona minimalískum vefum, en það alltaf að hafa það líka svona funksjonal. Þannig að þetta ein leið til að skoða bara, ok, nú ég að fara að vinna verkefni 2 og það stendur hérna, ég á að setja þetta efni sem hérna einhvern veginn og velja eitthvað element, að þá þurfum við að skoða það. Þið þurfum samt ekki að fara á dýptin í þetta, en þið megið alveg ef þið viljið aðeins nörda ykkur út yfir þessu. Og svo líka hérna, farið yfir einhver dæmi, hérna dæmi flæði element og svo við förum bara alveg yfir í kennsluefni hérna, að þá erum við líka með hérna flæði element og það vísaði að vera yfir í hérna yfir í spekkin og hérna líka aðeins talað það hvað hvað og svo bara farið yfir það sem og eru dæmi hérna sem eins og P, það málsgrein, ég get ítt á hérna þá fer ég yfir í þetta eða vil ég skoða það nánar. Þannig að ég reyni að nýta þetta til þess að henda ykkur á rétta staði ef þið viljið fara á dýptina. Annars að þið skannið þetta og skoðu þetta, fáið smá sens fyrir því hvað eru þessi flæði element og þessi sectioning element og svo hérna hvað meira hérna heading og phrasing og þá nokkuð góð. Embedded og interactive koma aðeins seinna, við myndum sjá þau eru minna en þessi hérna 4 flokkar svona það sem helst, það sem við viljum að skoða. Tökum okkur núna smá pásu og byrjum aftur svona cirka 10 mínútur í.